Flott byrjun hjá ykkur í þessum leik en markið sem kemur hérna rétt fyrir hálfleikinn hlýtur að hafa verið svona ákveðið kjaftshögg fyrir ykkur. Já, það var það. Við vorum búin að leggja þennan leik þannig upp að við ætlum að byrja af krafti og vorum grimmir og ætluðum að ná fyrsta markinu, ná forystunni í leiknum. Óþolandi tími að fá þessi mark svona rétt fyrir hálfleik. En við héldum bara áfram að reyna að vera grimmir í okkar aðgerðum. En þegar upp í staðið þá þetta mark þeirra þarna sem jöfnunarmarkið, það náttúrulega verður til þess að við náum ekki þessum 3 stigum í dag. Það hlýtur að fara að koma að því að þið þurfið að ná í 3 stig í einhverjum leikjum. Já, við höldum bara áfram baráttuna og förum inn í hvern einasta leik, hvert einasta verkefni til þess að ná í okkar stig sem við ætlum okkur og það breytist ekki neitt. Ef þú lítur aðeins á næstu 2 leiki, Huginn úti næst, þetta alvöru leikur. Það er bara hörkuleikur, eins og hver annar leikur. Huginn eru grjótharðir, þeir eru skipulagðir, þeir eru þéttir. Þannig að við verum að gjöra svo vel að vera almennilega klárir og tilbúnir í þann leik fyrir austan. Umdeildur hugsanleg vítaspyrna sem að bolti fyrir í hendina og Haukamanni inn í teig í fyrri hálfleiknum. Hvernig horfði það við þér? Sko, fyrir mér horfir það sem víti, en dómarinn segir í leiknum að setja flautinu í munninn og segir svo að hendin hafi verið í eðlilegri stöðu. Fyrir mér var þetta ekki eðlileg staða varnarmanns það sem hann inn í vítateig með hendina. Þannig lítur út fyrir mér. Dómarinn metur þetta, hann mati þetta hinsegin. Mér fannst það ekki rétt. Getur að vera dýrt að fá ekki svona ákvarðanir til að falla með manni í svona baráttu eins og þið eru í? Já, auðvitað hefði verið fínt að fá víti og mér hefði alveg fundist, eins og ég segi, það var allavega mínu upplifun í leiknum, sérstaklega í seinni hálfleik hefðu við líka átt að fá víti þegar brotið á Hákoni, en dómarinn mataði öðruvísi. Þannig að auðvitað hefði verið betra að fá víti en við fengum það ekki í þetta skipti.